Komið þið sæl, ég heiti Lára Hreinsdóttir og er verkefnisstjóri raunfærni mats við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í þessari kynningu ætla ég að segja ykkur frá raunfærni mati og fara yfir ferlið eins og það er á Menntavísindasviði. Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að dvelja aðeins við þetta hugtak raunfærni. Hvað felst í því? Raunfærni er gjarnan skilgreind sem samanlögð færni og þekking sem náði með ýmsum hætti í námi, starfi eða einkalífi. Góð dæmi þetta eru námskeið af ýmsu tagi, félagsstörf og ekki síst starfsreynsla. Þegar meta á raunfærni, þá tölum við raunfærni mat, en það er skipulagt ferli þar sem lagt er mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings með formlegu og áreiðanlegu mati. Raunfærni mat er í raun viðurkenning á þeirri þekkingu og reynslu sem einstaklingur býr yfir. Nú eru alls 3 námsleiðir við Háskóla Íslands þar sem boðið er upp á raunfærni mat í grunnnámi, en það eru leikskólakennarafræði, tómstund- og félagsmálafræði og grunnskólakennsla yngri barna. Valin hafa verið nokkur námskeið til raunfærni mats og raunfærni einstaklinga er metin á móti þeim hæfniviðmiðum sem eru í námskeiðunum. Þetta eru sömu hæfniviðmið og í náminu almennt, en ekki verið að veita neitt afslátt af námi, en það gera strangar kröfur gæði og áreiðanleika í framkvæmd matsins. Nemandi getur farið í raunfærni mat í öllum námskeiðunum sem er í boði eða valið að fara í mat í einu námskeiði. Fer það fyrst og fremst eftir þeirri reynslu og færni sem hver og einn býr yfir. Raunfærni mat er einstaklingsmiðað og standist nemendur matið fá þau námskeiðin metin og þurfa ekki að setja þau sem leiðir til styttingar náms og minna álags. Raunfærni mat byggir á því að einstaklingar hafi náð talsverðri færni í samræmi við hæfniviðmið námskeiða og því er gerð krafa 25 ára lífaldur og nokkurra ára starfsreynslu tengda faginu, til dæmis starfsreynsla í leikskóla. En það er mismunandi eftir námsleiðum hversu mikil þessi starfsreynsla þarf að vera. Nú, þessa starfsreynslu þarf að staðfesta með starfsvottorði frá vinnuveitanda þegar sótt er raunfærni mat. Það er líka nauðsynlegt að taka fram að hver nemandi fær einungis að fara í raunfærni mat einu sinni í hverju námskeiði, þannig að standist nemandi ekki raunfærni mat í einu námskeiði, þá getur hann ekki sótt að fara aftur í raunfærni mat í sama námskeiði. Ef takmarka þarf fjölda nemanda í raunfærni mat, þá ganga þeir fyrir sem búa yfir mestu starfsreynslunni. Og svo er gleðilegt að segja frá því að þátttaka er nemendum að kostnaðarlausu. Það að fara í gegnum raunfærni mat krefst vinnu og tíma. En eins og áður var nefnt þá er raunfærni mat skipulagt ferli og byggir það á þessum 4 skrefum. Fyrsta skrefi nefnist upplýsingar og skimun og þá afla nemendur sér upplýsinga ferlið og þeir sem telja sig eiga erindi senda inn gögn. Uppfylli þeir þátttökuskilyrði tekur síðan við gagnaöflun. Hún felur meðal annars í sér að nemendur sitja 2 hópfundi með náms- og starfsráðgjöfum og matsaðilum. Á þeim fyrri er farið á stað í gerð færni og ferilmöppu, en markmið með henni er að skrá náms- og starfsferil sinn og kortleggja styrkleika sína og færni. Á þeim síðari eru sjálfsmatslistar sem byggðir eru á hæfniviðmiðum námskeiða, fylltir út. Þegar matsaðilar hafa farið yfir sjálfsmatslista og færni og ferilmöppu, verður endanlega ákveðið hvaða námskeið á að meta hjá hverjum og einum. Nemendur eru þá boðaðir í matsamtal hjá matsaðilum deildarinnar og þar fer hið eiginlega raunfærni mat fram. Og í lokin er það námskeið eða þau námskeið sem nemandi fær metin skráð í uglu. Að lokum að umsóknarferlinu. Upplýsingar raunfærni mat eru sendar í tölvupósti til allra nemenda sem innritaðir eru á þær námsleiðir sem bjóða upp á raunfærni mat.
Ef þeir telja sig eiga erindi í raunfærnimat, þá senda þeir inn ferilskrá og einnig starfsvottorð frá vinnuveitanda. Sé þeim gögnum skilað og nemendur uppfylla skilyrði þeim boðið í skimunarviðtal hjá náms- og starfsráðgjafa. En vert að nefna að aðstoð frá náms- og starfsráðgjöfum það stendur nemendum til boða í gegnum allt ferlið, allt frá upphafi við gerð ferilskrár og til loka við endurskráningu námskeiða. Á menntavísindasviði höfum við haft þann háttinn á að skipta tímabili fyrir raunfærnimat í tvennt. Á haustmisseri boðið upp á raunfærnimat í námskeiðum sem kenndur á vori og vormisseri í námskeiðum sem kenndur á hausti. Þetta gert til þess að tryggja að niðurstöður liggi fyrir áður en skráningu í námskeið fyrir næsta misseri lýkur. Því vera má að nemandi þurfa að endurskoða námsferil sinn ef raunfærnimat gengur vel. Og rétt að lokum þá skal það tekið fram að trúnað við nemendur virtur og þau gögn sem þeir skila inn eru vel geymd og þeim eitt eftir að ferlinu lýkur. Takk fyrir.